mættir hér í stúdíó FM 957 4. janúar 2013. Egill Einarsson, verður velkominn og gleðilegt nýtt ár. Já, sæll og blessaður Röðin Blöndal, hvernig ertu? Já, það væri lygi til að segja ég hef aldrei verið betri, en ég er góður. Já, hvernig skammdegið að fara með þig? Skammdegið er að fara ekkert allt of vel í mig og ég var einmitt að hugsa, ef að íslenska þjóðin hefur einhvern tímann þurft á 2 hörðum að halda, þá er það akkurat núna. Right now. Já, því að ég er mikið föstudagsbarn. Mér líður ekkert eins og þessi föstudagur. Föstudagur uppástaður minni í vikunni. Já, og eini dagurinn sem að þú nennir að vera til, það mér einu sinni. Mér líður eiginlega eins og þessi þriðjudagur. Já, þetta er. En það er föstudagur. Já, það er líka, við erum ekki búin að sjá dagsbyrti í dag, en það er eðlilegt. Nei. Og spáðið að vera einhverju túristar hérna. Hvað heldur þessi að hugsa núna? Það er bara myrkur, frá þú ferð á fætur, myrkur og rigning, þar til þú ferð að sofa. En pældi í einu, ef við félagarnir núna ættu heima á Grænlandi, bara blöð og G, bara Grænlandi ykkur rugli, 4 mánuði árið þar, kemur sólinn ekki upp, það er nótt. Það er líka ástæðan að blöð og G eiga ekki heima á Grænlandi. Og þú heldur þessi dimmt hér? Já. Prófaðu Grænland? Nei, ég hef prófað Grænland, ég fer aldrei aftur þangað. Já, þannig að ég og Sveppi fórum til Kúlusúku og við testaði 2 daga. Þegar fólk er núna að hugsa bara helvitis anskotaslandin, skítakvöldi hérna og hvað er helvitis sólinn? Þú veist, fólk er að bölva þessu? Já. Hugsa Grænland? Já, hugsa Grænland. Það er reynda rétt í allir. Það er alltaf einhver sem hefur það verð. Jú, það er hægt að hugsa. Það er alltaf gott að vera byrjum dorm. Ég hugsaði í morgun eitthvað, okkur er ekki bara heima byrjum dorm á grís. Það er sól þar núna. Þú var reyndar að væri fýtt þar, bara með stúdíu og íbúð og vinna á einhverjum pub og svo þú getur líka verið með engaþjálfun á byrjum dorm. Auðvitað. Ég myndi vera með on the beach. Já. Ég myndi vera ein engaþjálfun sem væri bara on the beach. Eða á ströndinni, eins og við segjum á íslensku. Hvað er ekki leiðin að það? Þú getur þjálfa á ströndinni. Já, ég finnst gaman að segja on the beach. Já, ég heyri það. Ég finnst voða gaman að hendi í ensku. Já, en ég hugsaði, málega, í sem morgun hugsaði, ok, Benidorm, gott viður. Ég hugsaði, block it out. Grænland. Þú gætir verið á Grænlandi núna í... Já, þeir eru utan það það er ekki allstaðar þannig á Grænlandi, en við Sveppi vorum þetta þar eins og í 2 daga á Kúlusúk og þar vorum við ekki eins og með klósett. Við vorum að míga og skýti í fötu þar, þannig að trúðu mér, við erum alltaf með rafmagn og fleira hérna á Íslandi. Það er einlega með æla það? Nei, ég er bara að segja, Grænland var erfitt. Hvernig fatta var það? Bara svona svo vennilegust að fatta bara í Íslandi? Nei, þetta var svona blikkandi, þetta var bara skúringafatta. Og betur, hvað helstuður í eitthvað, tókstu bara djúpa hnepi og... Nei, fatan var ofan í svona klósti, skilu, þetta var alveg klósett, nema þetta var bara svona trjáklumpur og svo að setja... Og settust á fötuna? Nei, fatan var undir, þú veist, það var seta. Settust á okkar tré bara? Nei, á setu, klósett setu. Og venjur á klósetu? Já. Nú, hvað það á væla? En það var ekki vatn eða eitthvað, en undir var bara onni... Það er bara miklu betra, skvettist ekki vatn upp eða það er fata. Þetta er bara þvílík veisla svo dætt í hana. Já, hendu þetta þannig í kórónum hana upp frá hjá þér. Það er ekki flott bara. Þú getur haft það mjög gott alveg. Hvað gerur þú síðan við hennar fötuna? Hvað heldur þú? Ég veit það ekki. Ég er að forða við reyndar, við ekki alveg, við þurftum ekki að fara með hana sjálfur. En það er... Já, hörðu. Ég ætti að hljóma mjög illa með rétt á hann. Þetta var alveg hræðilegt, þetta var að hægja þér í fötu. Hörru, síðan sast hann bara í rólegheitunum einhver heitri setu. Já, hún var rosa heit. Það sem við eiginlega allir með þessu að gera í skammdeginu, það er að reyna að lýsa upp fyrir ykkur daginn og eru með frábæra þáttandi ykkur í dag. Kæru hlustendur, við erum með Sverri Bergmann, Chebby Loverboy, hann ætlar að koma einn og taka föstudagslagið eins og alltaf á föstudum. Sturlaða staðreyndir eru á sínum stað. Við fáum íþróttamann ársins Aron Pálmarsson í smá spjall. Þetta styttist í HM í handbolta. Að fara hans yfir hérna hvernig taktíkunum með að HM og svona. Já, við ætlum að gefa Tangerine flösku og ég ætlum með eitthvað skemmtilega kvikmyndalínu þar, eða ekki? Jú, ég með mjög góð kvikmyndalínu þar. Og ekki gleyma the high point of the Friday. Kynntu það núna? Stöðlaðið þetta eða? Og? Spurt og svara. Já. Já, við ætlum að halda áfram með þá liði á 9 ári. Já, þú halda áfram með þá. Nei, hættum bara með minnstastu liðina. Þeir verða báðir hérna eftir líka. Þannig eins og þið heyri kæru hlustendur að þá verður þéttur og góð þáttur í okkur. 2013 hafið leggst þetta vel í þitt þetta ár. Ég held að þetta verði frábært ár. Heldur að 2013 verði betra fyrir enn 2012? Líst þið vel að það vel að það? Ég enda veit ekki hvort það getur verið betra því að 2012 var frábært. Já, það ekki. En ég vona það. Já, svo í mig þá. Við ætlum að byrja hér á Hvítir skór með Blaðs Rokka og Ásgeiri Trausta. Þetta er svona feel good, enda erum við í fínu feeling þó að sé dimmt og blautt úti. Lag er ennþá að fíla í tællur, Hvítir skór með Blaðs Rokka og Ásgeiri Trausta. Þeir harðið með eitthvað til 6 í dag og Egill, það er komið að hverju? Slúðrið. Það er rétt, já. Vá, þetta er það sem ég fíla með þig á 9 ári. Your detention to details. Ég ætla að byrja slúðrið á Justin Bieber. Ok, en ef þú ætla að koma með einslag, ef þú kemur með
Kardashian slúður. Það gæti dottið inn. Í alvörunni. Ég ætla eins og að byrja, og hún náttúrulega ólétt, þannig að það mikið fjallað með núna. Já, ég veit það. Ég ætla að byrja á Justin Bieber, en hann og Selena Gomez, þau eru hætt saman aftur. Nei, ég er bara að ljúga þér. Það Trouble in Paradise og búið að vera síðustu mánuði og það virðist, ekkert ætla að fara, það Trouble, og það vesen og þetta gerðist núna jólin, þau voru vist eitthvað hnakkrífast sem endaði með því að hann stakk af og þau hafa lítið sem ekkert talað síðan. Ótrúlega vel þeirra þetta. Og vilja vinir þeirra meina að nú sé þetta bara endalega búið. Ég held að það er mjög erfitt fyrir hann að finna sér aðra konu. Justin? Já, það eru örugglega þvílíkt vesen. En ekki það verður nú ekkert vesen fyrir hana svo sem heldur. Nei. Og sko hún twittaði 1. jan, hún Selena Gomez. Já. Það er náttúrulega... Þetta fylgir henni á Twitter? Nei, ég er bara að lesa þetta hérna á slúðrinu hjá mér og... Viðurkennda bara, þetta fylgir henni á Twitter. Ég myndi alltaf viðurkenna það. Af hverju í ósköpunum á ég vera að fylgja Selena Gomez á Twitter? Þú obsessed á henni á þessu Kardashian-liði? Nei, ég hef aldrei talað um Selena Gomez inn í slúðrinu. Nei. Og ég er ekki heldur að fylgja Kardashian. Nei, þess var heldur góður. Nei, ég get svo svarað. Þú getur séð henn á... Já, ég er að fara að checka þetta, ekki lofa þér. En hún twittaði New beginnings, fresh start, I love you all. Þannig hún svona var að vitna þarna í sambandslitin held ég. Já. Hver heldur að vera næsta kærasta The Beat Machine? Ég veit það ekki og mér gæti ekki verið meira sama. Nei mitt, hætt að segja þér þið. Það er enginn sem pælir meira í þessu en þú. Hætt að segja þið gæti ekki verið meira sama, giska það bara. Ég er náttúrulega bara að segja hérna slúður af því að þetta er uppfyllingarefni í þættinum. Heldur að Miley Cyrus geti verið næst? Nei, hún er með einhverjum gaur, ef ég ætti að skjóta þá er auðvitað mótilið þarna, Victoria's Secret mótilið frá Englandi. Hvað heitir hún? Það veit ég ekki. Ég veit ekkert þetta þannig sé sko. Jú, veist allt um þetta. Það er enginn sem veit meira um þetta þú. Egil, ég hendi mér í 10 mínútur hérna á hverjum degi til að búa til eitthvað slúður af því að það er svona eitthvað þétt innkoma fyrir okkur sko. Ég bara beðið um að giska. Það er liggi fyrir sig heima. Ég var að segja, annað mótilið, Victoria's Secret mótilið. Já, þetta ekki sem er nafn. Já, hún er mamma þinn. Komum það helst til greina. Þá var næsta, ég tekja tilbaka, ef Ester er að hlusta. Hún myndi aldrei hætta með henni. Hún er gott þetta að hlusta. Já, byrjast afsökunar þessu Ester, en þetta er samt, þetta var eiginlega hrósur með mér, að segja hún í sensi í Justin Bieber. Þetta er hrósur í Bieberinn, sko. Það er þetta áréttið þér. Svo er það Rihanna, segi hún ekki slúður henni líka? Nei, ég er gaman að slúður hana. Það talar meira með hana og Lindsay Lohan, minna með Kardashian og The Beat Machine. Já, það er svona að reyna að sleppa hana hvíta hiskinum. Svona trailerdrassinu. Nei, þú ert bara með Kardashian heilanum. Það er bara, hún er alltaf í slúðrun. En Rihanna, hún er núna að hitta Chris Brown aftur. Og voru þau saman jólin. Eftir að hann barði hann í drasl í bílnum út að hún var eitthvað talaði símanu. Við þurfum ekki að fara út í það hvað sem mikill aumingi af manni þessi drengur er. Og hef ég oft rættað hér í þættinum. En hún sko var að viðurkenna núna í einhverju viðtali að hún er búin að vera lausu núna lengi sagði hún. Og hún fór inn á einhverju svona dating rullettu chat síðu og var að vinna svolítið með dating síður. Já, hún er að leita sér að manni. Ég sá viðtal við hana í LR daginn þar sem hún bara kvartaði yfir því að henni aldrei búið á date. Já, þannig að hún var byrjað að nota einhverjum svona síður. Já, menn bara þoraði ekki. Hvernig, þú veist, spáði því að vera bara einhverja svona date síðu, lenda alltaf henni á Rihanna. Bara herru, já, hvað, og kikið á aktu taktu. Hvað heitir þú? Rihanna heiti ég. Já, ok, þessi var helviti góður. Maður myndi vera bara, mjög góður, exa gluggan leið, sko. Og ég heiti David Hasselhoff, þessi var helviti góður. En hann var hún að vinna bara með þessa síður, stúlkan. Já, já. Og svo ætla ég að enda, ég ætla að sleppa þessu Kim Kardashian slúðri fyrir. Nei, ég ætla ekki að koma þér og jafnbæði með þetta. Þú veist, ef að þið veist Kardashian slúður skemmtilegt auðvun. Nei, þetta var ekki aldrei mig eða áttu eitthvað slúður handa okkur inn í lokin? Ekkert slúður frá þér? Shit, þú bara, you caught me off guard. Já, neini. En hérna, mástu hérna, ég var með fyrirspurn, hérna Íslenskt slúður for the love of God. Það er náttúrulega sem er að gerast á Íslandi núna. Arna Grant og Ivercut Munson er ekki lengur vinnir. Já, þurfu ekki að hringja í Ivercut Munson? Er einhver meira einstakn hingað en þú, eða? Ég bara hörði þetta kom upp í gær. Eru ekki þrír saman alltaf eitthvað að leika? Jó, þetta eru vinir mínir. Flöskuborð og austur og eitthvað? Eina sem ég er på. Ok, ég var hérna, ef að Ívar og Guðmunds og Arna Grant eru ekki vinnir. Spurning, ef það öðrum hverjar kippt af hámarkferðinu og Gilsson að menta inn? Wow. Good question, ykkur. Búningurinn nær hámarki og við hittum upp fyrir HM með stórleik Íslands og Svíþjóðar í beinni. Áfram Ísland. Ísland, Svíþjóð í beinni á þriðjudag klukkan 18:05. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Við trúum á sigur. Stóri dagurinn hjá Happdrætti Háskólans. Aðalútdráttur, milljónaveltan og milljón á mann. Ekki missa þeim stóra. Fáðu þér miða á hhi.is. Dregið 10. janúar.
Happdrætti Háskólans. Vænlegast til vinnings. Just say hello. Við frumsýnum nýjan Áris og nýjan Áris Hybrid á morgun milli klukkan 12 og 16 hjá öllum viðurkenndum söluaðilum Toyota. Skoðaðu, reynsluaktu, snertu, nýr Áris. Skapaður fyrir þig. So go and introduce yourself. Stærsta útsala landsins hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu ævintýralega góð kaup. Kringlan, af öllu hjarta. Skiptibókamarkaður Griffils líka í öllum verslunum Eymundsson. Sparaðu sporin. Griffill, alltaf ódýr. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott blátt hrísgrjónunissa? Heklaðu ullarvettlinga hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þið að hlusta hér á 2 harða á FM 95, hvernig segir áttur á þýsku? 2 hard. 2 hard hér á FM 957. Við verðum með ykkur til 6 í dag en já, það styttist í Aron Pálmarsson. Já, ég ætla að fara að gefa það með honum, hvernig maður segir 2 hard með réttum hreim. Já, og líka hann getur kannski sagt 2 hard á FM 95. Já, líka látum að segja, 2 harðir eru með þetta, þeir eru snillingar á þýsku. Já, við getum látað hann segja fullt á þýsku. Það er góða, hann kann þýsku alveg. En hérna, hörðu, ég fletta ekki síðu hirt hérna. Já. Pör ársins 2012. Já, ég og Hjöppi fórum aðeins inn á það í gær. Já, voru að þetta? Nei, ekkert alvarlega, en það er náttúrulega, það sem slær mann í pör ársins að það er bara, sko, manstu þegar þú keiftir hérna svona blöð í gamla dag eins og Bravo og svona, þá keiftir það til þess að fá plakkat með uppáhalds íþróttastjörnunniðinni. Já. Þetta er bara eins og plakkat af Jón Gunnar Gerdal og kærastunans. Já, sko. Það er risa mynd af þeim hérna inni í þessar opnuna af pörum ársins. Sko, þetta eru einhver 20 pör. Já, 20 myndir eitthvað. Pluggið með hann með svona 3/4 af annari síðan. Annars síðan, já, í opnunni. Og sko, en það kemur ekkert óvart, pluggið búið að vera hérna... Nonni plugg, þetta búið að vera hans ár, það er bara hann. Og hérna... Hann var einn skerasta stjarnan hann. Og það stendur hérna, á föstu, 2 punktur. Já. Árið var gott fyrir Íslendingin, því að hann með fyrirtækið Ísland, fyrir það sem ekki vita, Jón Gunnar Gerdal og Fjólu Katrínu Steinsdóttir og hafa þau geislað af hamingju síðan þau fundu hvort annað, geislað. Reynda þegar þú segir það, hann hefur geislað Nonni núna. Hann hefur geislað og sér líka myndina, hann er eins og hérna, hann er skjannahvítur. Já. Hann geislar svolítið hana. Og hún er líka skjannahvítur, er þetta Instagram mynd? Ekki, hann er ekki að senda hann inn, eða? Já, sko, það gæti að kannski hringdi Benni Bóas í þér tíðan en Tattu, hittum á tökumynd. Nei, hann hefur ekki, ég get loðað þér, Jón Gunnar, hann kemur óvart. Hann kemur samt ekki óvart að Man of Many Tards, Loverboy, hann er þarna líka. Já, Man of Love. Já, Hann fær minnstu myndina á síðunni, hann er allt niður. Já, þetta er ekki nóg stór mynd, það er líka því að það er búið að vera mynda þeim held ég bara allstað nema í Subway-bæklingum. Allstað sem þau koma saman, það er tekin mynd. Það er að hvíla kannski aðeins. Og pluggið hefur ekkert verið út allt. Nei, þannig að hann fær bara pluggat á sjálfum sér. Hörðu, eigum að make a phone call í pluggið það? Í Nonna Tattu? Það er reyndar góð hugmynd. Hann vil mjög líklega ekki ræða þetta. Nei, þá getur líka rætt við hann myndina sem er af þeim. Og líka bara tala hver tók hana og bara hvað hann er búinn að geisla. Og akkur ekki bara tala við hann ástina? Já, nákvæmlega, ég er alveg til í það. Og líka mér finnst hann halda Fjólu svolítið niðri. Akkur hann er að fá svona meira athygli, þú tekið eftir því. Akkur fyrir ekki að hringi Fjólu? Let her shine. Fjóla Gerdal. Já. Það er bara þannig. Það er bara grjótast nafn. Það er bara vonandi að svara. Ef hann svarar ekki, þú verður brjálaður. Ætla að svari Tattu pluggað Ísland. Hann segir auðvitað Tattu. Jón Gunnar. Er það Nonni plugg? Já, Jón Gunnar Gerdal, sælipilsar. Sæll vertu. Sællitu. Gleðilegt ár. Já, gleðilegt ár. Þú miklið meistari. Hvernig leggst 2013 í Mr. Tatman? Það leggst bara hrikalega vel í mér, sko. Það ekki? 2012 var skemmtilegt. Hvað verður stærsta pluggið 2013? Verður það Pitbull eða hvað verður það? Hvað ætlar að plugga? Verður það Pitbull, þeir eru búin að reyna að finna Pitbull víðan veröld, þegar ég. Ég ætla að flytja inn. Við ætlum að reyna að flytja inn. Það er markmiðið mitt 2013. En hvað er stærst? Hvað er í gangi 2013? Er ég að fara eitthvað partí í það? Já, það verður nóg að viðburðum og partíum og íslensk bíó um alla veggi og skemmtilegt, sko. En þá er annað sem að your fans er að spá í, Nonni. Færðu þér nýtt tattoo árið 2013? Það er aldrei að vita, sko. Á að hendi eitthvað nýtt? Ég kemur bara ljós, sko. Ekkert á teikniborðinu, sko. Já, ég heyri það fyrst þú segir ekki nei, þá er eitthvað að vera að pæla.
Já, ég er ekki alltaf að pæla. Þetta ákveðin sík, þessi vitlis sko. Ég ætla að óska þér til hamingju með eitt, þú mikli meistari The Tat Man. Já, ástæðan fyrir þessu símtali. Þú ert að taka núna, þú átt pökkun ársins 2012. Já, því að það eru 1000 pör voru tilnefnd að séu það hér fyrir pör ársins. Byrju, slaka þá. Það var köttan í 20 pör. Þú ert með lang stærstu myndina í séu það hér. Það er út næst með heila síðu þarna, Nonni. Og þú ert að niðurlega menn. Ekki. Hæ? Er ég með stærstu myndina í séu og þeirra hringi mig á föstu þetta tilgreið með það? Er þetta ekki búin að sjá þessa mynd? Þetta er bara eins og plakkataðir í Bravo, sko. Þetta er bara svo pull-out plakkat í Bravo, þú minna almáttugum. Og það stendur hér að... Og þessna fæ ég símtal á föstu kl. 3:30 frá Knól og Tótt. Og það stendur hérna, þið hafið geislað af hamingju síðan þið fundu hvort annað. Það er þetta alveg bara svolítið til í því, Nonni. Jésús, María og Jósef, maður. Já, það er dásamlega. Hver vill ekki vera á heilsíðu plakkati í séð og heyrt með Kæró? Já, en svo er annað sem að við vorum elda fyrir okkur hérna við Egill. Já. Hver tók þessa mynd? Ég bara veit ekki, ég ekki sem sé þetta. Hvað mynd er þetta? Hvernig? Þú ert með svona rauð og húður, bæði svolítið hvít út skeggjaður. Mér sýnist að vera Instagram. Ég lúka eins og vindurum, maður. Þetta lítur á Instagram. Ég veit það ekki, maður. Er mér sama eða? Hvað er það? En ég meina, tók hérna... Það er Egil og Guri, er Egil ekki hérna? Nei, en Loverboy og Marín Manda eru hana. Þetta er fyrir svona nokkur glæný pör. Já, þú ert alltaf bara 8 ár múlingnum, hann að... En þú ert að pakka saman mönnum. Þú tekur... Hver er hérna fyrir? Hver er ég að pakka saman? Þú taka Herbert Guðmunds, pakkar hana saman, mjög litla mynd. Þetta er ég, Herbert Guðmunds og Svestum Ár. Já, Hannes Mára. Damien Younger. Það tekur Damien Younger, pakkar honum, hann er mjög litla mynd. Þú fær langstærstu myndina, Nonni. Það er að gerast, maður. Þetta ásendar síndal. Takk, strákar. En sko, en The Tat Man. Nú ert þú Man of Love. Ertu með eitthvað? Þarna fyrir fólk úti sem langar í löf. Er ég Man of Love? Get ég skallað í gegnum síman? Er það mögulegt það? Það er eiginlega aðeins. Þetta er samt góður punktur fyrir svona mann sem er að blogga og geislar af ást. Hvað á fólk að út að gera? Ég veit það ekki, hörru. Sverrir Bergman kemur hérna 5:5. Hann er ástfanginn upp fyrir haus, maður. Röflið honum ekki mér, maður. Ég veit ekki sjálfum, maður. Man of Love, það er ekki lægin með þetta. Öllu kannist lefti Man of Love, þá er þetta æðislega myndað ykkur. Já, ég hlakkaði til að baka mér út í sjoppu og grípa sé og heyrt og sjá þessa mynd. Þetta er ásamlega. Hver vill ekki vera þarna? Ég ætla að klippa þessa mynd út, ekki lofa þær. Tók Björn Blöndal eða? Hitt hann á okkur hjónin einhvers staðar og... Hvar léstu taka þess af ykkur? Björn Blöndal hitti ekki einhvers staðar. Ég er ekki að ringi Björn Blöndal, það bóða hann í myndatöku fyrir mig og Kæró og ég hafði silkist lagur því. Þú veist að það fer hann einhverja vörd. Já, það er mjög sætt saman. Ég vil hlakkaði til að ringi Auðun Blöndal á næsta ári þegar það verður mynd á honum og nýju Kæró maður. Nei, ég get lofaði því, þó að ég verði sko sleginn til riddara, þá fæ ég ekki svona stóra mynd. Þetta er stærsta mynd sem ég sé núna, ég er ekki að vera löglu. En til hamingju með þetta og gleðilegt nýtt ár, Gemli. Já, takk að þetta, yippie. Bye. Svo var viðkvæmur eitthvað. Já, hann var í bullandi vörð með þetta. Nei, menn hann að taka helleika pörum og pakkar þeim saman. Þú veist að þetta ekki vera sáttu with the victory. Já, það er ég haldið og bara vera pínu kokki. Edda sé við það með nýjum gæja. Já, pakkar henni saman. Hvað er þetta? Þetta er ykkur plötusnúr. Já, bara, já, þetta er plötus og mjög sexy í þau ekki hana, en hann pakkar henni saman og hann er að pakka allir liðið saman, hörru, sé fyrir henni í vörð. Já, ég skilji. You're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you, now we... Skeitar, viðurkenna. Ég get lofa því að þetta er ekki Justin Timberlake. Nei, þetta er Justin Bieber, það er hárrétt við Egill. Til hamingju með það. Alltaf á tánum. Já, þú ert alltaf á tánum. Það styttist hér í Sverrir Bergman eða Loverman. Man of Love. Man of Love, hann ætlar að koma hérna eftir og taka fyrsta föstudagsslagið á þessu ári. Spennandi hvað það verður. Svo er hann líka á leiðin til okkar íþróttamar ársins, Aron Pálmarsson. Ætlum að ræða við hann, styttist í HM og annað. En þú segði mig það aldrei hérna, ég ætla að pappin að alltaf skella sig til New York í gær. Hvað mennur? Pappin ekki að fljúa með Íslandi til New York í gær. Nei, maður á kannski ekki að gera grína þessu. Þetta er bara út allt internetið. Það var eitthvað flugdólkur sem að gera allt vitlaust og teipaði niður. Kenna pappi mínum það? Nei. Hann er hérna á klagarnum sko. Já, ég veit það. Hörðu, hann var teipaði niður, dólkurinn. Já. En ég er fórðin það, hversu vel dólkaði vélina? Hann var að hrækja fólk og eitthvað sko. Það er ómikið þetta sko. Málega, ég er búinn að tala margótt að til að vera góðu flugdólkur. Já. Sko, til að dólka vélina alla. Markmiðin af flugdólkunum er mjög einföld. Sjá til þess að enginn getur sofið í vélinni. Það er markmið flugdólsins. Já.
og þú þarft ekki að gera það leiðilega, sko. Þessi flugdólkur var hrækja fólk. Það sem ég hef vel að segja fólki... Hann var líka öskur að vélum var rap og eitthvað svona. Þetta ekkert voðalega þægilegur maður til að ferðast með, held ég. Málið að þú getur dólgað vélina án þess að vera dónalúr. Já. Þú veist, þú leir bara syngja mjög hátt. Er það hvetja til flugdólkunar, eða? Já, sjálfsögðu. Nei. Ég er að hvetja til þess að gera smekklega. Já. Sko, eins og ef þú ert einn í horni, ert bara að syngja. Þá er þetta ekki dónalegur. Þetta getur engin sofið. Gaman að sitja á hliðina þér. Nei, síðan lappar á klóstu, sér það eitthvað alveg að dotta, þá banka auðvitað. Hvað segir það mest? Þetta er ekki feskur? Já. Það er hægt að vera leiður án sem vera handtekinn. Já. Þessi gæi hrækjandi fólk, auðvitað átt að teipa niður. Já. Ég vil að það verið gaman að vera á teipanum. Já, bæði teipar og svo var hann líka að öskra ýmsa hluti. En við skulum kannski ekki fara allt mikið út í það. En hversu vond ég hef átt slæma þingudag. Hvernig þingan að vakna í New York bara svona, jafnvel, það gæti verið svona, hann man þetta kannski ekki einu sinni. Hann var það vel í því. Bara svona, hörðu, hvar ég? Þú ert bara hérna fangelsi, af hverju? Og það bara að því að þú ákvæmst að rækja á fólk og þetta Þú varst að dólga vélina. Ekki nógu gott. Málið er að okkar þekktasti flugdólgur, Viggo Sigurðsson, hefur alltaf dólgað vélir mjög smekklega. Viggo Sigurðsson, hann eitthvað flugdólgur? Já, hann er svona okkar þekktasti flugdólgur, sko. Hann gerir alltaf smekklega, hann er ekki að hrækja fólk eða pissa á gólfið eða eitthvað þannig, sko. Nei. Þannig að þetta er eitthvað sem svona flugdólgar tekið til sig næstu ár, þú veist, sjá til þess að enginn getur sofið, gera það smekklega. Já, ef þú ætlar að dólga hana. Já, ef þú ætlar að fara í það, sko. Já, en svo er annað, það er búið að hann gaf sér fram Matthías Manni, þannig við þurfum ekki lengur Tommy Lee Jones. Já, löggarnir aldrei fundið hann. Ég get lofa, ef hann ekki gefið sér fram, þá væri ennþá núna bara, hörðu, hvað með þessa húa, strákar? Hann gaf sér líka fram bara eins og atriði í bíómynd. Það er hægt að gera íslenska myndum þetta. Hann kom bara með riffil og eitthvað, ég gef mig fram. Svo var hann bara að byrja að éta hangikjöt frá Kea og ánægð með hann bónda. Ekki bara kíkinn gamli fóru að borða. Það verður með ristabrauð og sardínur og eitthvað og ert ekki góður. Löggan var ennþá að leita á hann. Já, það er rétt. En það styttist í spurt og svara. Ertu búinn að semja það eða? Er ég búinn að semja það? Já. Ég bara er að svara spurningu sem ég bara sent. Hætt að segja þess að semja spurningar. Einmitt. Sæll Gilsi, þú frábæri strákur. Fólk að segja það. Flott útsala er hafin í Smáralind. Komdu og gerðu glimrandi góð kaup fyrir alla fjölskylduna og heimilið. Sjáumst á útsalunni. Smáralind. Stóra stundin nálgast. Strákarnir okkar. Þeir trúa á sigur. Lokaundirbúningur nær hámarki og við hitum upp fyrir HM með stórleik Íslands og Svíþjóðar í beinni. Áfram Ísland. Ísland, Svíþjóð í beinni á þriðjudag klukkan 18:05. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Stöð2 Sport. Við trúum á sigur. Ódýrt og hollt fyrir heilsuna í Krónunni. Spennandi nýjung frá Active. Prótínbitar og mikið úrval af frosnum berja og ávaxtablöndum í bústið. Krónan fyrst og fremst ódýr. Freestyle, hip-hop, break, street. Dansskóli Jóns Péturs og Köru. Dansskóli.is. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er rautt rjómanissa? Bakað múffur hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land.
Perform.is. Ég að hlusta hér á 2 harða á FM 957. Styttist í Loverboy. Hann kemur hér með förstagslega eftir smá. Og Aron Pálmarsson og fleiri á leiðinni. En það eins og að komið á dagskrárliðnum Besta hrósa sjálfur sér. Egill Einarsson situr hérna beint á móti mér og væntanlega búinn að fá inn fullt af skemmtilegum spurningum. Þú ert eiginlega eyðileggja á dagskrárliðinu að kalla hann besta hrósa sjálfur sér. Þegar fólk að segja þetta. Ok, besta Ok, á ég vilt að ég breyti spurningunum. Fólk að segja eitthvað svona að vera út frábær og eitthvað. Og ég taka það bara út eða? Nei, auðvitað ekki. Þú bara lest hann eins og hann Ég náttúrulega fatta þetta þegar þú last upp spurningun hans Gumma Kalla, sem nú bara góði vinur okkar. Hann spurði okkur með í Fantasy. Nei, okkur aldrei unni jólapíluna. Þá varst þú búinn að setja fram hann á það kæri Gilsi eitthvað. Sko, hann setti það á Twitter, en hann sendi meiri personal message sem ég las upp. Já, ok. Ekki vera svona vitlaus, án gríns. Nei, ég fatt það ekki. Sorry. En ég byrja á spurningunum. Þetta 3 spurningar og svo alltaf. Ég valdi úr það sem er svona 3 bestu. Já, það náttúrulega hrannaðist á því jólinu, ekki? Já, það er bara rendalast að dettin. Var dettin 2 núna var? Akkurat. Sæll hvatningar Gilsi. Já. Ég sagði ekki neitt, Egill. Ég kalla þig hvatningar Gilsi, því að þú ert búin að hvetja mig að koma mér í gott form og vera með flott hár. Blöðpúp hefur hins vegar ekki hvatning að gera nokkuð skapaðan hlut. Ég skuli leifa hann heimska liðir. Egill. Ok. Hvað? Ekki skrifa þetta? Já, ok. Blöðpúp hefur hins vegar ekki hvatt mig að gera nokkuð skapaðan hlut. Af hverju er Blöðpúp kallaður Blöðpúp Kveðja Friðjón? Ég bara eiginlega bara Kveðja Friðjón? Já, hvað? Ég finnst þessi röggl. Ég þarf að veipa spurningu voru þig og þeim. Hvað viðnefnir þetta? Það er einn maður á Íslandi sem við kallað með Blöðpúp. Hann situr beint á mótið mig og þarna er það staðfest að þú ert með Blöðpúp og svo hvað ertu byrjað að kalla hann alltaf núna? Já, Blondell. Já, það er alþjóðlega nafnið, Blondell. Já, sem er alveg jafn og það er þú ert svo eini sem kallar með þetta, þannig að það er bara best að vippa spurningunum beint á þig aftur. Bara Friðjón kallaði það líka. Það var svona spurningin. Einmitt. En hvað sagði hann þig? Þú væri með... Það sagði að kalla mig hvatningar Gilsa. Já, af hverju? Þú ert búin að hvetja hann að vera í góðu formi og vera með flott hár. Já, akkurat, ok. En það var næsta. Spurning 2. Já. Hey Gilsi, eða Champ, eins og ég kallaði þig. Elska þig, en ég er með spurningu. Ég væri geggja til í svona kúlurass eins og The Champ, en rassinn að það er geggja heitur í gallabuxum. Hvernig fæ ég svona rass? Ertu, Egill, á svona ángríns, ertu á ykkur eða? Hæ? Ertu á ykkur eiturlufum eða? Hvað er ekki að ég með það? Sko, það lítur nú í fyrsta lega að hafa verið stelpa sem sendið þessinn. Nei, þetta er Hermann. Já, þetta er hann Hermann. Hvað er það? Við ætla Hermann kúlurass og þú ert ekki með neitt kúlurass. Með risastóran, eitthvað svona liftingarass. Það er ekki að lægi með þig, eða? Nei. Það niðurlega árið var að dettinni með risastóran liftingarass, takk. Er það ekki... Thanks for the compliment. Ertu ekki alltaf að leitast eftir að verða 100 kíló af kjöti? Þá lítur að þurfa eitthvað að raskata þér, eða ekki? Hvað ertu bara með kúlurass þar? Þetta er technically kúlurass. Þetta niðurlega Hermann að kalla stelpu. Ég skal, það var engin Hermann að senda þetta. Ok, ef var einhver Hermann að núti sem að sendi mér svo af mailinu sínu og getur staðfest eða Facebookinu sínu að þetta hafi verið hann Hermann, skal ég gefa honum bíl. Það er ekkert flokknar á það. Það þarf að gefa honum bíl? Já, það var engin Hermann að senda þetta. Til hafa mikið með þetta Hermann að fá frían bíl í miðri kreppu, það er ekki slæmt. En hvað þarf hann að gera til að fá kúlurass? Ég mæli með því Hermann minn, þú vilt fá kúlurass og þetta stelpur takir þetta til líka því að hver vill ekki kúlurass. Ég mæli með hnébauju, djúpri hnébauju, ég mæli með rétt stöðulyftu, dauðagöngu, mikið dauðagöngu, tekur vel á raskatinu og afturstigum, uppstig, allt þetta. Kúlurass. Áttur ekki eina spurningu viðbót hann okkur? Jú, það er spurningin. Hey Gilsari, you one hell of a human being. Núna er ég 24 ára, en með miklu verri húð en þú, en samt er þú... Hvað núna? Ekki neitt. Það er bara... Þú getur ekki hægt að koma mér óvart eitthvað hvað þú ert ruglaður, en halda það fram. Núna er ég 24 ára og með miklu verri húð en þú, en samt að þú 33 á árinu hef ég heyrt. Sjensin samt að ég trúi því, hehe. Hvað, ég þarf að klára þetta nokkuð. Já. Blöðpúp er ekki næstu því með jafn góð húð og þú. Nei. Hvað er lykillinn? Hvað er Jón? Hvað er Jón, já. Jón, ég mæli með stundar líka sagt. Það er lykillinn að það er forever young. Er ég ekki líka stræðsamt?
Jú, en þú er ekki að duðlega kremunum. Það er næsta, shit ég er komið núna. Jón minn, duðlega kremunum. Dagkrem, augkrem, rakakrem, bara út að vera í fulli vinna þetta daginn að bera það krem. Það er bara þannig. Og því að það er lykillinn að vera forever young. Horfðu bara Bubba. Horfðu Arnar Grant. Þetta er menn sem eru skriðið 40, eða hvað er 50? Já, hann er munið. 1930. Þannig að kæri Jón, hugsaðu þig og takk fyrir þetta compliment. Þá er þessu rúmkotni lokið hjá honum Agli, vinn okkar. Það er ekki lagi með þig. Ég hætti með þetta hóknum. Það kom að kella fyrir Hermann, sendu mailið á Hermann minn. Fríbít. Já, þið eru að hlusta á FM 957 og ég veit að það er dimmt úti og það er einhver í fílu en... Ekki í fílu. Það ekki? Jó. Já, ég segi það, ég er að segja þeim að hætti fílu út, við erum að hlusta okkur og við erum að rífa það í gang. Já, það er þvílík stemming. Það er ekki í fílu lengur. Nei. Og margir í fílu til 4. Það er búið. Þetta er erfitt, þetta er svona, eins og stundum þegar ég er að keyra á svona dögum, eins og áðan þá er að keyra, það er bara svona rigning og bara myrkur og viðbjóður og einhvern veginn janúar og allt ómögulegt. Þá stundum verði ég bara að hringja eitthvað símtal. Já, mér fannst það líka svolítið þungur í hátteginu. Var ég? Svolítið með þetta. Já, ok, veist ég. Tókum háttismann til hann, þú verður þingir í kantinum. Já, ég var nú samt ekki þungur. Ég reyndi bara að cheer you up. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það, frábæri gilsari. One inspiration og human being og eitthvað. Sko, þetta er þessi fólk að segja. Akkurat. Hvað er topic of discussion núna? Við erum að fara hér í Sturla staðreyndir. Hvernig veist það? Já, ég fíla það og sé spenntur fyrir því. Ég var alltaf gaman að þeim. Glæsilegt og vonandi því að spennt að nóti líka. Ég ætla að byrja hér á fyrstu og hún er Jackie Chan hóf feril sinn í softporn eða ljósbláum bíómyndum. Nei. Sturlu staðreind. Já. Og lígu því. Nei, með mannstu daginn þú helst ég að vera að ljúga með mörgæsina, þú googlaði það. Þetta er allt satt. Þannig að hann hefur byrjað í ljósbláum bíómyndum, hann Jackie. Það er magnað. Já. Ljósbláum, svona eitthvað Emanuel-dæmi, eitthvað bara svona í sleiku og eitthvað. Já, hann var ekkert í Astrafík 4, sko. Hann var bara í eitthvað svona ljósbláum bíómyndum og feskur. Það er næsta bíómynd, næsta Sturlaða staðreind. Meðalmaður fer í gegnum 3000 hugsanir á dag. Sturlu starfað, meðan þetta er svolítið magnaðið, svolítið mikið að hugsa það er kannski ekki allir með 3000 Þetta er líka mest að kjafta þessi sko. Já, þú ert örgli svona 1500 Ég er bara að hugsa svona eitthvað 20 dag Já, liftingar og eitthvað mat hvað þetta borðaðum 3000, þú var alltaf bara ekki að geðveikur og hugsaði allan daginn Nei, samt, ef þú hugsar út í þetta þá var strax komin einu hugsun Þú ert að hugsa allan daginn, herru, ég er að fara inn í bíl Ég er að kveikja út Ég þarf ekki að hugsa, ég er að fara inn í bíl Ég er bara að labba inn í bíl Þú hugsar það samt eitt Það gerist ekki bara, þú ert ekki að labba í svefni, sko Það er muffin and a pancake Já, ég skal laka á Áttu muffin handan mér það? Nei, fyrir bara í bakaréttin Ég var endur alveg til í muffin and a pancake þessa helgina Herru, en það er komið að næstu Karlmenn verðar, já, þetta ætlaði líka að spyrja það út í Karlmenn verða fyrr ástfangnir en konur Nú ert þú eini maðurinn hér í þessum þætti sem sagt, núna við erum hérna tveir harðir sem er ástfanginn og konu Varst þú fyrr ástfanginn núna? Það veit ég ekki maður, hvað er ekki legin að þig? Hvenær fannstu það? Auðun Sko, en ég, þú segir það Þá held ég þetta sé rétt Já, ég fór náttúrulega að hugsa þetta Ég held þetta, þó ég tala um bara sjálf mig og vini mína Þá held ég að sé, svolítið til í sko. Já, ég meina, þú, þú sagði mér ekkert Þú varst eitthvað obsessed á okkur í gælu Þannig að Söðakrúks, ég var eitthvað bréf og eitthvað Hún var ekki obsessed á þér Ég var ekkert obsessed Þú sast fyrir utan hennar með kíki og kleinurringi Og skrifaði eitthvað bréf Ég held ég eitt ástabréf Hvað er allt í obsessed maður? Ég búið með 6 kalda Þekkir þú eitthvað stelpu sem er ástsjúk? Bara ástsjúk? Nei, þegar þú segir það, nei Enga? En ég get alveg svo 100 gæjar Já, þetta er góð punktur Það eru með þess að margir í kringum mig eins og sko 2 af mínum bestu vinum Það er til lag með Rolling Stones sem ég tilenga þeim og það heitir Under My Thumb Þannig að það er svolítið til í þessu Þetta er bara rétt hjá þér Já, þá er það næsta Það sem hefur virkað hvað best gegn þunglindi er að æfa reglulega og vera í kringum dýr Og ég tók þessa inn núna því að það er í janúar þunglindi í fólki Þannig að að gera bara að vera duglega að æfa Skrá sig bara í fjartþjálfun í Agli Og fara svo í húsdýrakarinn Já Það ekki? Jó, ég er alveg rétt Ég elska dýr og ég elska Svo getur þú til þess að ég kaup mér að Tiny Little Dog núna Já, alltaf að fara í Tiny Little Dog Ég veit það ekki Akkur ertu hræddur Nei, ég er hræddur þegar ég er á ferðalögum og svona Skuldbindingin, það er það sem þú hræddur Ég get alveg passað það út upp í spilaviti í verkasík og rögli Og ég bara með hann Svo er líka Maja systir
Þetta byggist pínu á henni. Ef að Maja systir og náttúrulega maðurinn hennar og börn eru tilbúin að vera með hann á móti mér, þá er ég til, já. Má ég ekki vera með hann? Jú, ég er inn á milli. Ég er mjög vanur að passa hundar. Ok, þá bara fæ ég mér hund. Hvað er það að skýra? Kurt. Það er ekki bara gilsari. Já, ég myndi frekar skýra skít. Herru, það er hérna, meðal maður rekur við 14 sinnum á dag. Já, ég get lofað að Hjöppi með 1400 sinnum á dag. Svo hérna, þetta fannst mér líka áhugaverð. J.K. Rowling, sem skrifaði Harry Potter, er orðin ríkari en Bretlandsdrottning. Það er þannig? Já, hún er það rík og það er mjög gaman að segja líka frá því að áður hún fekk bókasamningin fyrir Harry Potter, þá voru 12 bókaútgefendur búin að hafna henni á sínum tíma. Já, svo henni bara takt þetta bull og... Það eru þeir feskir í dag. Það er bara svona, kemur inn á skrifstofuna, hver var þetta hjá þér þessi kona? Þetta var einhver hasshaus. Hún vildi gera bók einhvern svona töfrastrák með gleru og vinnjans. Ég hef aldrei heyrt hann þessu ruglmaður. Gæði núna á okkur bar. Bara miljardar. Það setur núna, ég get að segja hvað sá gæði núna. Hann er hættur. Það setur okkur bar núna með viskiglas, horfir inn í það, reiður. Já. Og baðurinn tala, vilt annað glas? Já, bara, þetta er skelvið. Það var þess að 12 sem höfnuð henni. Já, en ég ránaði með hana, þú veist, einhver hefði gefist upp, einhver sagði bara að þetta er ekki hægt. Já, hún grjóðhörn, en það sér hún eftir því í dag. And she followed her dream, og hvað gerðist? Hún lokaði. Já, J.K. Rowling, followed her dream. Svo er það hér, næsta, lengsti hyggsti sem manneskja hefur fengið, stóð yfir í 68 ár. Því bara. Já, þvílíkt líf, maður. Það er mjög þreytandi að vera með hegsta, sko. Ja, ég get alltaf þólaði 20 mínútur, sko. Og betur hætta þessi bara allt í einu, 68 áður. Hún er hversu gaman við það verið, maður, vá. Já, ég bara, ertu ekki orðin það vanur þessu að það er eiginlega bara óþægilt að hyggsta? Ég sagði ekki hegsta í mörg ár, ég fekk þetta aldrei síðast bara fyrir 10 ára með það. Af hverju hættir þetta bara? Það er enda mjög skrítið. Af hverju færðu hegsta, getur þú svarað því? Mjög skrítið því að þú ert aldrei baktalaður. Þetta kemur mjög óvart. Free comedy for Blondell og svona. Nei, ég veit ekki af hverju færðu hyggsta. Það er stundum sagt að það verður einhverja baktalaður. Ég veit það, ég veist það. Ok, þá kemur hérna stjörnustafurinn sem ég hef vissum að þú myndir hafa mjög gaman að. Og núna er líka fólk í bílnum á leiðin heim og vinnum og svona prófið þetta. Ég hefði gaman að þessu í dag, þá er ég samt bara einn að leika mér. Segðu Toy Boat 7 sinnum hratt. Toy Boat, já, svona leikfangabátur en á ennsku. Toy boat. Það er ekki hægt. Þú sagði Toy Boat, sagði Toy Boat. 7 sinnum, 1 og... Ég nenni þessu leik ekki lengur, maður. Toy boat. Getur það ekki. Það er ekki hægt. Stjörnustafurinn. Já, þetta er geggjað stjörnustafurinn. Vá, mér ást hún æðið í dag. Það eru 2 eftir. Handabandið byrjaði á því að menn tókust í hendur til að sína þeir væri ekki með byssur í hendinni. Handshake? Já, þess vegna tókust í hendur í dag. Það var svona byrjaði bara, heyrðu, svona sanna og væri ekki með a gun, byssu. Það er ótrúlegt. Svo er það síðasta, 90% fólks hefur viljað vera eða viljað leika eftir einhverju sem þau hafa séð í bíómynd eða sjónvarpsþætti. Mér finnst þess að 90% bara láttala, ég held að það væri bara allir. Hver hefur ekki séð einhverja bíómynd og langað til að vera Batman eða eitthvað, skilju, og skrakki. Eða Tom Cruise í Top Gun henni í blaki, ber ofan í gallabuxum. Vá. Já, þið langaði svolítið að vera hann þá. Ég geti sagt þér eina sögu sem kemur úr sjónvarpsþætti sem að... Bring it. Nei, það er eiginlega ómikil viðbjóð til að segja frá. Þú ætti ekkert að skammast þín eitt hérna, allir vinir hérna. Það er svona svipað eins og ástabriðið mitt, þetta er á svipuðu tímabili, en samt ekki sama stelpan, þannig að þetta er mjög sorglegt. Það er allir vinir hérna. Ég get alltaf sagt þér. Já, þetta er alltaf leið. Ok, ég var að horfa á Beverly Hills 90210. Ok, varst aðdóndi, ok. Ég var að fan, ég ætla ekki að skammast mér fyrir það. Ég horfði stundum á þá þetta. Ok, fyrir ekki það. En þarna á þessu, ég er 14 ára þegar þetta gerist. Og Dylan, hann var búinn að vera eitthvað, þetta er viðbjóð sko. Dylan, hann var búinn að vera hrifinn eitthvað að Kelly sem var í þáttunum sko. Já, ég mann því. Já, og svo nefndi hann sig ekki lengur, þannig að hann fóð bara heim til hennar og bara dinglaði. Kelly kom til dyra og hann bara kysst hana. Bara fóð bara beint og gaf henni koss. Og ég hugsaði með mér bara, svona á að gera þetta maður. Auðvitað, bara hjól í þetta. Herðu, og svo heitt kvöldið eftir þennan Beverly Hills þá hugsaði með mér, á hverju ger ég þetta ekki bara? Nei. En sko, svo endaði þátturinn eftir kossin. Og ég byrjaði að rölda upp yttir, hann er fyrir þá sem búið að sögur og gefa að vita það að þessi stúlka, hún bjó upp í hverfi. Og ég röldi upp í hverfi, ég kom halva leiður og ég er ekki ljús, það er að versta. Ég kom halva leiður upp í móan, þá hugsaði allt í hennu, fuck, hvað gerist eftir kossin? Það kom bara stafir, þannig ég vissi ekki hvað ég átti að gera, ég hef búin að kissa hana. Þannig ég ákvað að bíða í viku eftir næsta þætti.
og þá kom bara Kelly eitthvað að tala við Dana eitthvað, Dylan kissed me last night og hún bara, no, really, ég bara, hey, fuck, þeir sína ekkert hvað gerðist eftir á svo raumilegt. Vá, hvað, akkur klárar ekki að lappa upp göduna, like a man? Já, það enda verið fyndið að prófa, bara, ég skammast mér fyrir að segja frá þessu, en þetta voru sturglaða staðreyndir fyrir mjög stutt skilabóð. Svo það föstudag klæðis, Sverrir Bergmann að detta einn í hús. Skiptibókamarkaður Griffils í Skeifunu 11. Griffill, alltaf ódýr. Útsalan hafin í Elko. Ótrúlegt verð. Elko, einfallega lægra verð. Kaupið 2 pör af ullarsokkum og fáið 3. í kaupæti. Geysir Skólavörðustíg og Geysir Akureyri. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Heitasta hljómsveit Íslands í dag heitir Retro Stefson og lagið heitir Queen. Sittum hérna 2 harðir í stúdíónu, 2 harðir og 1 ástfanginn, Sverrir Bergmann, 2 ástfanginn, en 1 mjög ástfanginn, hann heitir Sverrir Bergmann og býðu velkominn, Sverrir. Takk fyrir aðvinnur. Hvernig ertu? Ég bara mjög góður. Hvernig ertu? Gemmi feitki, hvað að feta? Hvernig líst þér á nýja nafni sem við gefum, Man of Love? Já, Man of Love nýtt. Það ekki eitthvað, grótar? Það allt í lagi, sko. En ég þá að fara að deila þið með Jóningunar, eða? Já, þeir eru báðir Man of Love. Varstu búin að sjá síðan heyrtið það? Man of Love, já, þetta rosalegt. Hversu stór myndir af Jóningunar hann að kærastinu sinna? Þetta bara æðislegt. En málið að Nonni með svo mörg nöfn, Nonni Tattoo og Plug og Ísland. Líka, hann með helling. Video Game Boy. Já, Video Game Boy, Svesthard. Já, mér hættir að kalla Svesthard. Það stótt út fyrir Man of Love. Og Svest to Mouth er líka hætt. Eina sem buggaði mig svolítið í þessu hérna, Sverrir, myndað þér og kærastuninni hérna og allir voru ástfangnir og allt það og gaman fyrir ykkur. Hann stendur hérna sæt saman, Mari Manda fangaði hjarta skafringsins Sverris Bergmann og hefur hann sjaldan verið sáttari við lífið. Hvað, varstu eitthvað og hann mikið hlæmur þetta heima? Hvað var að kjafta þér þetta blaðmaður? Ég var aldrei spurður út í þetta. Sjaldan séði brosaðar mikið þú varst heima á mér. Er þetta óbeint skot á Blondell? Já, þetta var bara beint skot á Blondell, það er bara aðeins. Farst konur fluttir út frá Blondell og bara aldrei verið sáttar. Bara energy fyrir bara loksins, ég er komin út. Vissulega þú drakst meira og gamlaði meira en þú hafði gaman að þér. Þú varst mjög hamingisamur. En hvernig leggst 2013 í Sverrir? Bara flott, sko. Okay. Já, þetta verður stórkostlegt ár. Heldur að komið ný plata frá þér þessu ári? Já, eða ekki. Má ég directed? Nei. Legstir að því? Akkur, við getum gefið bara út plötu saman. Þú ert nú góður á lyklana. Mjög góð punktur. Sko, það margt veit ég í þessu lífi, en eitt sem ég hvað vissastur er að Egill Einarsson mun aldrei gefa aftur út plötu. Myndir ekki vilja kaupa plötu ef Egill var á flyglinum? Svessin að syngja? Þú er aldrei verið að musician. Þú skilur ekki tónlistabransan. Nenni ekki að tala um þetta við þig, ángríns. Það fer bara pínu eftir hver myndu spila á flygilum fyrir Egill, hvort þið myndir að kaupa. Ég vil skal ég segja það margt sem þú vilt. Sverrir Bergmann. Já. Ég vil ímynd ímyndunarbreytingu. Já, ég er á heimsku þetta stór orð. Ég vil breyta ímyndinni. Ég vil nú vil ég ekki. Þú ert fyrsti maður sem myndi eftir hug til að fá að breyta ímyndinni. Þú er líka svo fyrsti sem ég myndir ekki á herðu. Ég þarf nýja ímynd. Þetta er ekki Gilsa. Sko, það sem við erum ekki að fara að gera næst og þetta ekki að fara að sitja með krútlansvip horfandi okkar lauf. Það er búið. Sko, það er góð plata. Já, ég veit að platan er góð. Er ég ekki sem þessu góð? Ég er bara að segja að þú ert bestur í meira tempói og svona rocklögum og eins og ég vil fá þig í smá stemning. Hættu núna, ég veit út ástfanginu og allt það bara, hættu þess. Já, viltu fá hann í meiri rockballur? Já, ég vil fá hann einhver stemningu. Já. Og því hann er frábær í því, þú sammála mér í því. Já, ég gef allir það. Síska ánum dag, þú búið að taka Reino og mig, öll þessu lög, bara pakka þeim saman. Þetta er svona að fara í. Já. Og, það var rétt fyrir mér. Ég var að sína þér áhuga. Sverri, hann er að hjálpa þér. Ekki voru góð með þetta, það get ekki tekið leiðbyrjum. Ég er að hlusta. Já, prófum þetta sér. Kottu með það kvartningagilsi. Nákvæmlega. Þetta er bara kannski ég vil sjá þig prófa Sverrir Bergmann. Þú getur sungið nátt allt, óperu, dans, trans, allt þetta shit. Þannig að breyta til. Dans, trans minnir mig á eftir að fara í stuðlæð. En já, stuðlæð Akkur það Því að kemur ekkert óvart að það er eitthvað svona dans-trans. Ég fer að hætta með dagskáliðina mína. Ég er með 2 dagskáliðina. Ég er fullt að svara og ég er með stuðlæðið. Hann gerir ekki annað en að drull lifið. Það
Það eina sem maður gerir. Ekkert alltaf. Ekkert alltaf? Ok, hvernig eru ekki gert það? Men þú komst einu sem stuðla sem að mjög gott. Takk upp nafni Jegill. Jegill. Það er mjög gott nafn það. Jegill? Það er sko mamma mín. Það er gott nafn, þú ekki hana. Veistu hvað er uppáhaldsatriðið mömmu minnar sem hún heilt í þessu þætti? Hvað? Það voru ofta að tala mörgæsina þegar hún þurfti að skalla vegginn, láta sér detta á slús. Hún sagðist að setja í bílinn sinum, hún þurfti að stoppa bílinn af því að hún hugsaði strax, býtu á hverju snýr mörgæsir sér ekki bara í burt. Hún var först! Er ekki að ná þessu? Hún lappaði henni skot, veggur báða megin. Þú getur rætt þetta um mömmu næstur að hitta það. Þá getur þú sagt henni bara, herðu, ég held hún væri först og þú helst ekki raskat, þú varst bara að bjarga þér raskatinu. Ég átti að ræða þetta við henni gerkvöldi, ég tala um þetta næst. En hvað eru að fara að hlusta núna í föstudagslæginu? Herðu, það er óskalag fyrir Egil Einarsson. Nó, fekk Jegill. Já, Jegill Einarsson. Hann fekk, þetta er Deepest Mode lag, og kannski við til Petri Jón eða bara. Glætana, varst þú í alvörun að byggja Deepest Mode lag? Ég er Deepest maður. Hvað er að tala um Enjoy the Silence það? Já, vel gert. Nú er Pétur Jón Sigfússon, Peter Johan Sigfusion. Ef hann er að hlusta núna, þá veit ég að hann verður illa sáttu við það. Mér finnst að ég er bara alltaf að stjórna lögurum, því ég kem alltaf með frábæra hugmyndir. Og ef að Pétur Jón er að hlusta núna, þá er hann mjög gaman að þess að hann er alltaf að byggja okkur að spila mig. Já, hann elskar þetta. Ég held að Pétur fari að lappa hérna inn í þetta stúdíu með haglabessu. Þið líta þessum fæl. Þið líta honum. En hérna, ok, og ætlið það ekki bara að gera okkur sjára. Hann verður reyndar, ef hann var ósáttu við stundu, þá verður hann sáttu núna, því að það er enginn á Íslandi held ég, jafn mikill aðdáandi til Depeche Mode og Pétur Jón. Reyndar Doddi litli líka. Þóra Helgi Þórðarsson. Já, hann er mikill Depeche Mode. Herru, þá bara, vilt þú kynna inn, eða eru klárir hérna, strákarnir? Ég ætla bara hérna að halla mér aftur á að kynna þetta inn. Þetta er hérna Halldór Gunnar og þetta er hérna, Hvað ég? Já, segðu þetta. Ég er að koma í FM-röddina mína. Já, þeir eru hlustuð FM 957 og Sverrir Bergman og Halldór Gunnar, þeir meistarar er að fara að syngja Enjoy the Silence með Depeche Mode sem er óskalag fyrir Egil Einarsson eða Jegill, eins og hann er kallaður. Man of Love með frábært lag Enjoy the Silence og Depeche Mode. Takk Jegill. Takk fyrir að leyfa mér að leikstýra næstu plötuðinni. Það verður veistla. Já, þetta getur skemmtileg samstarf hjá okkur. Já, þú verður ekki sittandi og horfandi á lauf. Þú verður beru ofan reiður á myndinni. Jafnvel, ákveður þú ert svona típan, Sverrir? Ákveður þú ekki búin að fá þér eitthvað tattoo í genn tíðina? Hvernig er ég tattoo-típan? Eitthvað svona, þú veist, ástin blind eða eitthvað svona, setja þá eitthvað á síðun. En textan af án þín bara á bakið. Þú hvað meinar ástin er blind? Ástin er blind eða eitthvað. Ég er ekki að fara að fá með neitt sem auðvitað blönd að skrifa á líka um mig. Það er bara þannig. Þetta er óþarfi. Hey, try to keep the gloves up. Setja beint á móti þér. En þú ert ekki tattoo-típan? Nei, ég er ekki tattoo-típan. Egil er reyndar líka, það kemur ekkert óvart að Egil verði með tattoo. Já, sko, út af því málið er að allir massaði gæjar á Íslandi eru núna komnið með tattoo. Já, við rættum um þetta. Nema, hlustaðu nú, nema Arda Grant, Ívar Guðmunds, Maggi Bess og Gilsen. Þetta er ótrúlegt. Allir aðri massaði menn í Íslandi eru með það tat. Sem minnum að það, við þurfum að ringi Ívar Guðmunds og eftir. Hvað ætlaði að koma upp á þar, maður? Ég myndi tippa á að þú veist, þegar það er að keyra eitthvað og þú veist, það er ein hámark þarna í bílnum og þeir að fara að rífast. Þetta er eitthvað mjög lítið. Ég lofa, þetta er ekki eitthvað alvarlegt. Já, ég tippa að Ívar Guðmunds að loksins geta opnað augun, séð Arna Grant er massaðari og ekki nefnda. Nei, ég er ekki grínast. Ivar Gudmundsson er one hell of a man og ég er að grínast. Við ringjum í hann eftir. Hvað, þú hættu þeim allir? Já, ég var niður að hlusta. Ég er nokkuð vissum að þetta sé ekkert stórvæld. Þetta er eitthvað babystuð. Já, þetta er örgulega bara eitthvað. Spurjum bara Gudmundsson. Já, við ringjum í Ivar Gudmundsson og eftir Hansen til Jaris, eða kjúklingur ársins, er rétt og mættur hingað í stúdíóið. Massa fara yfir þetta með honum. Íþróttamaður ársins og búin að eiga ansi gott ár 2012. Við ætlum að ræða við hann HM og fleira. Hann er rétt og mættur. Hún fyrst hér Alex Clare með Too Close. Hvað er þetta að fíla þetta lag, Egil? Þetta er bara drassaleg. En þú Sves? Þetta er ekki þetta. Ég fíla þetta lag. Þetta er sexa, fólk er Eftir 7. Fara að keyra þetta meira í gang bara? Keyra þetta meira í gang? Já, settu í stand. Það er náttúrulega stuðla eftir. Hann lakkar öllum til. Hvað er betri skammdegin en teknolægjans Egils? Það styttist í það. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fyrstudagsmótni hjá Yngva Eysteims drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki sveikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Skiptibókamarkaður Griffils í Skeifinu 11.
Griffill, alltaf ódýr. Laugardag á Stöð 2. Það verður svaka sprengja þegar Logi Bergmann fær til sín gesti í sérstakri hátíðarútgáfu af spurningabommunni. Áramótabomba, laugardagskvöld kl. 20:15. Stöð 2, skemmtilegri. Það eru bakarameistarinn og Flóridana sem færa þér spurningabombuna á Stöð 2. FM 95 lög. Á FM 95. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Heklaðu ullarvettlinga hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Tveir harðir með ykkur hér á FM 957 og það er komin góður gestur hér í stúdíóð, annar góður gestur, hann var náttúrulega með föstudagsklæði hér, hann Svessi. Hann er ennþá hérna. Já, og svo er íþróttamaður ársins mættur hér í stúdíóð líka, Aron Pálmarsson, verður velkominn. Takk fyrir. Sæll Eddi. Þú getur nú ekki, ef við svona byrjum á smá rungi sem við nennum samt ekki, það er alveg búið að rósa þér nóg, en þetta var ágætis ár hjá þér, 2012. Jú, gekk svolítið mikið upp. Til hamingju með það. Takk fyrir það. Alltaf gaman þegar gengur allt upp hjá mönnum. Býtur hann að hinum með henni? Nei, við elskum það. Það er bara svona, vera 1.90, ljósari með þykkt hár og vinna allt sem hægt er að vinna. Áttu ekki alltaf gott á það, var þetta ekki frábært 2012? Ég held það. Já, það var ekkert að það. Þú hlýtur nú að vera stoltur sem þjálfari minn. Já, ég meina að ég er mér að þakka íþróttamaður ársins. Fyrsti maðurinn sem mættu til að grípa í þennan byggar þarna. Þá er ég búinn að þjálfa einn íþróttamann ársins. Hvað, varstu bara undir borðu? Það var bara strax komið á Twitter. Þá er ég búinn að þjálfa einn íþróttamann ársins. Ég hugsaði strax þegar ég sá þetta. Mér leið bara eins og sonur minn að unnið þetta. Já, en til hamingju með það. Ölluganni slepptu. Og já, átti það fyllilega skilið. Það er bara hanni. En nú er það HM sem okkur langar nú aðeins að ræða. Hvað er, það byrjar, hvað, 12. eða ekki? Ekki næsta laugardag eftir viku. Jú, 12. held ég. Það byrja á Rússum, með ekki, á laugardag. Já. Hvernig leggst HM í þig? Ertu stressaði fyrir þessu? Erum við með, það er smá forföll? Já, það eru forföll og það er búið að tala um það alveg, sko, síðan að, ég veit ekki, fyrsti maður meiddist þarna einhvern tímann í nóvember. Já. En ég held að við höfum bara hætt aðeins að pæla í því og við erum með fínt lið og við höfum alveg eftir að gera fína hluti held ég. Já, er ekki líka ágætt stundum að fara á svona stórmót og það eru kannski ekki alveg að mikla væntingar núna að söku þess að íþróttamar ársins, hvað, fyrir 2 mánuð síðan, er ekki með, Alexander Pettersson. Já, Alexi, Óli náttúrulega ekki með. Óli hættur. Hvaða stöður eru vandræðið með núna inn á vellinum? Já, gaman fyrir hann að segja það hér, svo kannski félaginn í stöður að hlusta þáttir. Ekki lagið með þig, kannski með hann í herbyggi bara. Herri, já, takk fyrir hérna peppið í FM 95 blöðum daginn. Þá ræðist þetta, heyri, ég veiki rekkurinn. Hvað, eru við ekki að ræða málinn hérna? Nei, erum við ekki bara fína handboltamenn í stöðu? Jú, við erum með fína gauðra og svo eru líka ungir strákar að koma inn. Hvað átti Óli að vera? Hægri skiptinu. Já, við vandræðum með hægri skiptinu, það er bara hann. Já, Ásgeir Örn er þar, fálkinn. Já, hann er að fara að stígu upp, ég finn það á mér. En líka King Óli. Ólaður, vinnu þinn. Já, hvað með hann? Kemur hann ekki inn? Jú, hann er samt í stöðunni minni, sko. Hann er stöðunni þinni? Já, hann fær lítið að spila greið. Hann er ekki að spila henni segur. Nei, hann er þetta topp maður. Ég getur líka að fara á miðuna, þannig að hann getur komið inn og slumma hann á. Hleyptur maður, það er að setja inn í kílinn. En sko, við erum að fara aðeins yfir taktíkina, Aron. Ætlað þú að fara yfir taktíkina? Við erum að fara aðeins yfir. Já, ég þykist vita hvað á að gera. Já, hörðu, eitt sem bara við erum að fara aðeins yfir. Hversu pirrandi er það? Sko, ok, segjum sem svo að í einhverju leik er kannski jafnt 25-25, okkur nægir jafntefli, segjum bara, ok, það er kannski 6 sekúndur á klukkunni og við erum í sókn, kasta á milli og dómarinn flautar eitthvað, töf. Ekki setja boltan strax niður. Nei, það var náttúrulega bara lúðurónum upp í stúk. Upp í stúkum það. Við höfum aldrei gert þetta. Út af því að, og ég veit að auðvitað farðu kannski hérna... En færði ekki stoppaði tímið á hvort þið er það? Jú, þá er eiginlega stoppaði tímið. Þú átt bara bombunum með í gólfið. Það er ekki leggja niður. En það fer aldrei út af þér. Eða taka gamla trikkið, þykjast missa hann og vera að reyna að tósi í hann og íta hann svona frá með puttunum. En svo krakki bara. Já, hann getur fest í hann harpbyxunu. Eitthvað svona. Ekki hérna, hversu þreytti það? Leggja boltan niður, þetta ekki boltan, fara og skora. Við lendum alltaf í þessu. Nenni því? Við lendum alltaf í þessu. Við vorum alltaf, hörðu. Og síðan síðast, þegar Snorri Steinn tók víti, hörðu, hvað, hann varði eitthvað, fór í hendur og gæði hlöpuð, skoruðu og tókur aftan frá. Frábært. Það var líka æðislegt að rifja það upp í áramótasköpunu. Já, það var að sína það. Það var gaman að lífinu. Og ég líka með eina reglu. Þú kannski skilja þessu. Þú tala um þetta á hreinu þitt. Akkur kemur þú ekki með út? Já, það sem er heitastur. Akkur ferðu ekki út með glowstick og hjálpaði maður? Það er alltaf einn gæði sem er on fire í hverjum einasta leik. Alltaf einn gæði sem er on fire. Ef það er víti, það eru 2 sekúndur eftir. Gæðin sem er on fire er að taka það víti. Sko Snorri er samt einn besta vítaskita sem við höfum allt frá upphafi. Hann hefði alltaf, þetta var alltaf rétt ákvörðun að láta hann fara búið. Já, hann er bara að kenna honum. Nei, nefndi ég hann á nafnu? Já, þú varst að þið rétt á hann. Ég var ekki að því. Ég er bara að segja að nota heita gæjan
í víti og það kannski búið bekknum út kaldur, kemur hann á punktinn 2 sekúndur eftir, með allt niður því. Já, en þetta er samt ekki sko að fara á vítapunktinn í handboltaleik. Nei, og síðan eitt með Aron, þú veit hérna, veist ég hvað það gera, þú veit kannski að láta bolta ganga, sér hvað það gera, það er ekki en opna, ekki um lína, bara hoppar upp og setur hann í vinkil. Það er ekki flókið. Það er ekki flóknar að það? Nei, bara hoppað upp og setja hann í vinkil. Ég tek þetta með mér út, maður. Já, hugsaðu þetta, þú notar spil. En ekki það að vera að setja auka pressa á íslenska handboltalandslið okkar, en hefur þið séð út? Við séð út. Hefur þið séð hvernig Ísland er núna? Já, við fáum ekki dagsbirtu, það er grenjandi rigning og viðbjóður. Ekki bæta ofan á það þunglindi. Það er svona bara eina sem ég ætla að segja hérna við. Engin pressa, en við erum alltaf ekki skýta á okkur. Nei, ekki það, ég hef enga trú á því. En rússar í dag, fyrsti leikur, er þetta ennþá svona eitthvað rússneski björnin? Eru þeir ekki orðnir hálf slappir það? Þeir eru búin að fá einhverja gæja frá Hvíta-Rússlandi og eitthvað var ég að heyra held í einhverja 2 svaka kalla sko. Nú eru menn bara býtta þar Já, ég er að segja það, þeir eru bara gefandi um einhver passport þarna hinum meginn. Okay. En nei, þeir eru svona alltaf sterkir sko, en við erum alltaf ekki búin að mæta þeim líka undanferðan ár. Þeir eru harðir. Þeir eru harðir. Við áttum alltaf í vesenu með þá, ég manna því. Hann var alltaf í vesen. Já, þetta er því líka naglar. Já, en þannig að þetta mót leggst bara vel í gallinn? Já, mjög vel sko. Ég er bara hrikalega spennt. En nú erum við búin að afgreiða taktikinn á HM, nú það bara búið. Já. Mikilvægast sem ég er að gera á þessu ári, Aron, við erum að fara á Scooty Lab in Hamburg. Það er það sem ég er að fara að gera. Sendi mér SMS daginn og ringdi sérstaklega. Hann talaði ekki, veistu, alltaf þegar ég kemur á skrifstofhjálum. Það var hann alltaf með þetta í eyrun. Ég hugsaði bara, hvað er það? Hann sendi mér SMS. Hann sendi mér SMS, ertu við? Og ég bara ringi tilbaka, bara, hvað er í gangi? Held að það sé eitthvað bara massíft að gera, sko. Og þá bara, herðu, ég og Auðun, við erum að koma til þín á Live in Hamburg. Og því að vissi að ég ætti heima rétt hjá Hamburg, bara búin að græja gistingu og allt, bara ekkert mál. Ég væri frekar til í One Direction í London heldur en Scooter Live in Hamburg. Það eru með fría gistingu hjá Henchen, bara förum hann á... Er Hamburg langt frá það sem þú byrði það? Nei, það er 45 klukkutími. Nákvæmlega. 45, Rúndum hann yfir, þetta er leigubíll, í líka veistla. Þannig að það er það sem ég er að fara að gera þessu ári, það er bara þannig. Það er þetta spurning, nú veit ég þess að þú nú hlustar stundum úti. Hvað finnst þér Stuðlegans Egil sem er eftir örskamastund? Er það fílað þau? Við getum... Er þetta þinn tónlistarsmekkur? Nei, en ég elska hennar dagskrálið. Mér finnst það mjög skemmtileg. Sko, hann er rosa dagskrálið. Já, en þessi lög eru náttúrulega... Þú hlýtur bara að vera að grínast. Svumaðum, getur ekki verið annað en tjók. Þú ert ekki einn að hlusta á þetta. Reyndar, það er nefnilega máli. Kæristan að skutla okkur einhvern veginn á tapasbarinn í sumar. Það var svakalegt og ég segi við hann, herðu, getur ekki hent iPodnum eða iPhoneum eða eitthvað í gang? Hann bara, nei, ég er hérna með góðan disk. Fyrsta lag, hérna Rain Over Me. Já, hann er búinn að skrifa gott lag. Og næsta lag, gott lag, þú er búinn að segja það núna síðan það kom út. Og þetta var í sumar, þú veist, come on, sko. Þetta er 350 milljón views. Og ég bara, nennir að skipta, setja eitthvað almennileg. Þá næsta lag, Hathaway. What is love? What is love? Þú ert bara með sömu lögin bara í 10 ár. Þú vart að tellja upp einhver 2 bestu lög allar tíma. Hvað var þetta bílferð? Hvað var þetta að setja á Coldplay eða? Það er ekki lagið með þig? Yes. Þetta er ekki bara Tangerine flösku og fleira. En þeir sitja hérna hjá okkur Sverrir Bergmann og íþróttamaður ársins Aron Pálmarsson. Ég hef ágjörð því við náum ekki að þingja í Gudmundsson út af því að við höldum að spjalla hans við Aron, síðan er stuðlagið, síðan þarf ég að koma með setninguna. Hvernig alltaf koma Gudmundsson inn? Við komum Gudmundsson alltaf inn. Ok, vel gert. En það er hins vegar komið að, já, Egill Einarsson. Ég er með óvæntan dagskrálið. Já, við ætlum að koma Aronu á óvart hérna. Sér hann er fann að líða illa núna. Þetta er ekki til að stressa þá, sko? Nei, þetta er eiginlega grjóthart. Ég verður að gefa það. Þegar Aron kom í þjálfun til mín áramótin 2007-2008 sendi mér e-mail rétt ára hann kom. Ekki ertu búinn að grafa það. Egill er búinn að finna tölvupóstinn sem þú sendur honum. Ég mögulega fór inn á gamla hotmailið mitt buffið@hotmail.com. Ég veit ekki það. Var ég alveg að fara í engaþjálfun hjá gæja sem var með þetta e-mail? Já, þú mailar á buffið@hotmail.com. Ég ránaði með þig. Og ég fór í search og skrifaði Aron Pálmarsson og það ég fann það. Það er eitt, sko, hann las þetta fyrir maður, hann var að spyrja hvort það ættum ekki að lesa þetta fyrir. Þetta var mjög kurteis líka. Já, mjög kurteis ungu drengur, en það er eina, mér finnst eins og að vanta pínu på sjálfstæðistuði til að stöðja hana. Æ, akkur er það þess? Nei, látt ekki svona, have a muffin and a pancake, eins og við segjum hérna oft í stúdíónu. Hvað var um hitt? Smakka pancake, það er ekki gaman. Við hættum að nota hitt. Við nefnum ekki að ræða það lengur.
Herðu, Sælir Egill, bara svona komma á allt, bara, þetta er fullkomið meil frá hann. Ekki Gilsari, you inspiration of a man, var hann ekki að vinna með það? Ég sé það enda núna, Gilsi, þú ert meistari. Nei, ok, það kom ekki alveg svo þetta er. Sælir Egill, Aron Pálmarsson heiti ég og er 17 ára gammal handboltamaður í FH, fættur 1990. Ég tali frekar efnilegur í handboltanum, er í 19 ára og 17 ára landsliðinu og ætlaði mér að hafa þetta sem atvinnu í framtíðinni. Ég er samt núna þessu tímapunkti á mínu ferli, ég þarf að gera eitthvað af mínum málum. Ég er í fínu formi en þarf að pumpa maður þessu upp. Ég er núna að spila full í meistaraflokki og er lykilmaður í FH-liðinu sem er efst í fyrstu deildinni. Það sem ég er að tala ég þarf að massa mig vel upp næsta sísón. Ég vil vera 90+ kíló en er líka mjög fljótur á löpunum og vel steltur á ofan. Það sem ég er að fara fram á er einfalt að þú gerir mig hroðalega. Ef þú veist hvað ég á við. Ég er 190 cm og 86 kíló þannig að ég er alveg ágætlega stöðulegur. Og er veltað fyrir mig hvort þú geti hjálpað mér með engaþjálfun. Ég er hugsað að taka mig frí í skóla eftir áramót, þannig ég ætla að æfa svo brjálaðingur. Markmiðið er að fara alla leið í þessu. Ert þú maðurinn fyrir mig? Kær kveðja, Aron Pálmarsson. Þetta er grjótart meil. Þetta er bara eins og einhverju bíómynd, sko. Nú ræst aðeins úr þessu. Já, ég hugsaði að ég las þetta bara, hvað er ég með þannig með það? Það fara alla leið, hætt í skóla og hvað er ekki leið? Hver hlæðir í dag? Bara í Kíl í chillinu. Þetta er fyrir 5 árum. Ég var bara gæsa að vera að heyra þetta. Já, ég minna að þú deliveraðir. Það má gefa það. Og þú líka. Já, ég tók úr híkarlaði fyrir þetta. Það varst 86 kíló, hvað er 100 í dag? 102? Já, svo 97. Já, 97. Vá, búin að henda þetta bara svo Shack Attack. Það var hann komin í deildina. Hann var bara svo lakrísrör. Svo allt í hennu kom til LA Lakers. Hann var bara svo Bulldog. Það var bara, hvað kom fyrir? Það þarf að þykja söpstum. Já, en alltaf líka, sumarið 2009 þegar við vorum að lifta saman, mannstu því? Já, í sportarsunni. Það var ég náttúrulega nýbúin í aðgerðin á hnén og gati ekkert lift á neðri. Já, kjötaði þetta hróðalega på efri. Og var að fara út til Kíl þá, mætti út og þeir bara, hvað buff er þetta? Svo mætti ég út og ég farin í einhver test, sko. Og ég standa bara svona nærbuksunum og þeir voru bara, þeir horfðu á mig bara, ert að grínast? Ég var 108 kíló. Ég var aldrei verið þungur, ég var 108 kíló og þeir sögðu bara, herri, svo við erum að fara að gera við þig, þú snertir ekki efri líkamann og það er bara neðri. Það er bara að kjöta þig niður, það er svona að gera. En hvað hvernig fílar þið í Kíl núna? Bara mjög vel, sko. Já. Er þið ekki mjög sterkt lið og síðast árið? Nei, fengum 5 nýja leikmenn. Já. Mistum líka svona... Mistu Danan hann eða ekki? Svíjan. Svíjan, já. Helviti góður. Já, hann var bara besti leikmenn deildarinnar í fyrra og við erum ekki alveg búin að fylla það skarð, en ég minna við erum samt alveg í toppmálum. Já, eru þið eftir núna? Við erum 1 stíu eftir Rænikalögun. Já, ok. Hver er partyflipparinn í Kílinu? Hver er svona stiflerinn sem er flippaði gæinn? Hver er stiflerinn? Já, veit allir hvað er stiflerinn er. Hver er fyllibitaðan og mestu höstlerinn og... Guðjón Valur. Einmitt. Það er akkurat típisku Guðjón Valur. Það hlýtur að vera hann að strípaði gæðin sem lítur út af svo gilsarinn hann Sæt. Já, það er hann. Er það ekki hann? Við séum það bara á hann. Hann er þetta góður í handbolta. Já, hann er svolítið spes típa, sko. Er hann steiktur eitthvað? Já, hann drekkur bara ekki neitt nema kannski svona áramótin. Já, ok. Bara ekki neitt og samt er hann algjört nákvæmlega svona fyrir partí. Bara rugglaður edrú. Já. Það er oft bestu típunar. Það er ekkert endilega áfengi til að skemmta sér. En talandi Guðjón Val, þvílík mannesk. Já, heil óþólandi. Og núna sko... Það er heil óþólandi. What a man. What a human being. Bara 3% allar á sér sving. Alltaf brosandi, ekkert þessu nón. Nei, þetta er ótrúlegt. Núna náttúrulega kynst honum aðeins meira og betur og bara einn af mínu nánastur núna. Þetta er bara... Topp íþróttamær. Þú ert að taka svona menn eins og hann til fyrirmyndar og þú ætlar að fara alla leið. Það er bara þannig. Við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð og svo er það stuðlagið. Ég veit að ég er búin að bíða spenntur. Ég þorum alltaf að spyrja það hvað heitir. Við förum bara í það strax eftir auglýsingar og fyrir stuðlag Gils. Fjörug og flott útsala er hafin í Smáralind. Komdu og gerðu glimrandi góð kaup fyrir alla fjölskylduna og heimilið. Sjáumst á útsulunni. Smáralind. Barnadansar, samkvæmisdansar, salsa, zumba. Dansskóli Jóns Péturs og Köru, dansskóli.is. Skiptibókamarkaður Griffils er líka í öllum verslunum Eymundsson. Sparaðu sporinn. Griffill, alltaf ódýr. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er rautt rjómanissa? Bakaðu múffur hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Í heimsending allt land. Perform.is. Föstu dagur, klukkuna vantar 20 mínútur í 6.
og vera þéttur og fínt þáttur hérna í okkar strákunum, en það hins vegar komið að, ég ætla ekki að draga neitt úr því, ég ætla að vera jákvæður, það komið að stuðlaginu. Það nokkuð nýtt. Hæ? Nokkuð nýtt fyrir þig. Nei, ég nú jákvæður elst. Gaman líka Man of Love og Henshin eru báðir til þess að njóta stuðlagsins. Já, ég veist að þessu mjög spenntir. Aron, þú ert að segja að þetta upp á dagsskólauninu einn af þeim. Einn af þeim. Já, sko. Hvað finnst þér stuðlagina, Svesi? Mér finnst það bara frábært. Þetta bara birta sem að birtir upp daginn. Sko, segja ákvæðina. Ég ætla að vona núna, Egill, að þú sért búin að velja fyrir okkur stuðlag sem að svona, af því að nú það er myrkur úti, það er rigning, við erum búin að koma svolítið inn á það. Við þurfum smá sunshine í okkar líf núna og segðu mér og sett með eitthvað þannig lag fyrir fólki. Ég veit ekki alveg hvað ég geti sagðið sunshine, svona, ég veit ekki alveg hvað það sé rétt til þess, en ég, entertainment, góðu taktur. Byrjaði alltaf að segja mér að þetta sé ekki skúter en enna fyrir það. Þetta er ekki, nei, ég er að hvíla það. Ekki skúter, ok, þá er ég strax orðin jákvæður. Hættu samt að drulluðu skúter. Nei, ég var ekki að drulluðu hann. Vinstlasta dansljómsveit í heimið. Já. Ok, og hérna, já, ég er að vinna núna með hérna hljómsveit sem heitir D-Devils. D-Devils? Já, D-Devils. Já, bara djöflarnir. Já, þú veit, D-Devils. Ég er ekki að þetta sé ekki Sunshines and Pancakes, maður. Hérna, ok. Þess vegna var ég ekki alveg, þess vegna, ég var náttúrulega myndið sleppa. Ekki er þetta eitthvað djöflatónist? Lagið heitir Dance with the Devil. Er ekki lagið með þú? Það heitir það bara. Já, er þetta Dance with the Devil með the D-Devils? Já, það er ekki verið að tala um the Devil. Þetta eru eitthvað frendið þeirra sem heitir Devil. Já, ok, en það er einhverjum sem þeimur þetta sé ekkert allt og uppbyggjandi. Ég ætla ekki að dæma lagið fyrir að heyra. Þú búin að því? Nei. Enn að ferðina. Ég þarf náttúrulega að skrifa þetta hérna. Það er ekki eins og þetta sé til í kerfinu. Hvað er það að lagið héti? D-Devils Dance with the Devil. Það væri frábært líka að geta spilað lagið og Shut your mouth. D-Devils Dance with... Er þetta Sixth Gate Dance with the Devil? Þetta lagið það? Já, Sixth Gate og Dance with the Devils. Alveg milljón manns búin að hlusta á þetta, já? 1,2 kúlur í YouTube. Já. Það er bara svipað á Steindi Junior, sko. Hérna, ok. Og er það bara að setja play á þessu? Það er eitthvað að kynna þetta inn? Hvað, Hollandi eða hvað sagður þið? Þetta er Belgía núna. Belgía? Við vinnum með Belgíu. Já, topp fólk þar. Þá bara setjum við... Íldu bara play og lækka í þér og leiði fólki njóta þess? Ég ætla fyrst að, ég lækka ekki, ég ætla fyrst að heyra lagið og svona aðtöða hvað... Já, þú til. Já. Þetta byrja vel. Hérna, segð mér núna svona, ekki grínast. Söngvari? Já, þetta hann að koma hann. Já. Þetta grínast eða eitthvað. Hvað? Leiðu svo að það rúlla. Söngvarni er að tala um. Já, ég skal lækka eins. Ég byrst afsökun á þessu, kæru hlustendur. The gates are open. Gate 1, darkness, the world of demons. Gate 2, my guards are watching you. Gate 3, only evil lives here. Gate 4, there's no way out. Þú ert að fýblast núna. Núna ákast að stríða mér í fyrsta sinni í þessum lið. Nei, besti parturinn að koma. Gates are opening to hell. Er ekki nóg? Bara lægið. Þú hreint úti. Please, lækkaði þið. Besti parturinn að koma. Í alvörinni. Hvað er hann að fara að syngja? Já, nei, hlustaði bara. Lækkaði aðeins. Fight. Belgíu, þetta eðilega lægið. Þetta bara get ég ekki leyft. Ég byrst innilega afsökun á þessu. Þetta leifum við bara ekki hérna í janúar þunglindinu, sko. Búin að lækki því. Vá, ok, hreinskilin. Við erum með gesti inn í stúdíónu. Sverrir, hvað fannst þér um þetta lag? Verstu alveg hreinskilin? Þetta var ekkert, ég get ekki svarað. Nei, segðu bara hvað þið fannst. Hvað þið fannst? Þetta var skemmtilegt bara. Skemmtilegt? Já, sko. Verstu hreinskilin? Þetta var skemmtilegt, Egil kunni þetta allt. Já, Egil var, sko, hver kann textan þess? Það var bara svo að syngja Hatred með Beatlunum. Það var bara, There's a sixth devil to hell. Hvað er þetta að hlusta á heima þér? Hann var ekki svona reiður svo þú núna, sko. Hver kann textan þess? Hann er ekki reiður söngurinn, hann er mjög hress. Hvernig fannst þér þetta, Aron? Nú ert þú byrðið í Þýskalandi þar sem að svona tónlist er vinsæl. Vá, maður, ég grenja eftir. Já, þú hlóst náttúrulega bara þessu. Setur ekkert á, þú veist, smeðslægt hins byrju og allir fara að grenja úr hlátur, sko. Nei, hvenær ætlar að hlusta á þetta lag? Ég hlusta ofta á þetta. Enn og aftur er búið að niðurlega dagskóliðinu. Þetta er enda bara fínasta spurning á kjúlanum. Hvenær er rétta stemmingin fyrir þetta lag? Það er bara svona, herra ástu mín, það er náttúrulega matabóðan í kvöld. Já, sett eitthvað skemmtilegt á. Já, best að setja bara á Dance with the Devil in Hell með D-Devils. Ég meina auðvitað líka, sko, skúterinn hefur þó náðinn á klubbana. Já, ég gef skúter það. Skúter er hátíð, enda sagði ég, núna ertu að leika þér að því að fýblast þér. Nei, ég hafði bara ekkert að vinna með klubbara sem spila svona tónlist. Nei, sem betur fer ekki. Þetta er svona, þú dansaði þetta lag, þú ert búin að rakandi í 2 sólarringa, held ég. Þú dettur ekkert bara inn á Austur og þetta lag er í gangi, sko. Þú finnur þetta bara á stöðum sem ég hef ekkert áhuga að fara á. Kolbarn er ekki verið að vinna með ekki myndalag, ég viðurkenna það. Ég er að kynna fólki fyrir hérna D-Devils. En hvar fannst þetta lag? Ég bara þekki það lag í mörg ár.
Ok, eiga einhver fleiri góð lög? Þetta er besta lag. Hljóman er svo frábær hljómsveit. Þetta er besta lag, þetta konseptið er Gate 1, þú veist, Gate 2, hann var með sögu, sem þú ert alltaf eðilaðir, þú talar hún í það. Já, var alltaf einhver svona bak við hliði. Já, þetta er bara mjög góð saga og... Já, svo enduðu á 7. hliðin og þar var djöfullun og þau ætluðu að dansa við hann. Kemur óvart enn í dag, þú eðilaðir spurt og svarað, þú eðilaðir stuðlagið. Ég ætla bara að setja alveg stuðlag. What that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. So hard, motherfuckers wanna find me. To the throne, don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. These other niggas is lying, acting like the summer ain't mine. I got that hot bitch in my home. Miami hot bitches I own. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me. Þetta eru þeir Kanye West og Jay-Z með Paris. Alveg stuðla. Ég er alltaf ekki ennþá komið leið á þessu lagi. Núna erum við félagarnir á officially komin tímaþörning þegar við náum ekki að gefa flösku og hringi gott möldin. Ég sagði þér þetta áðan, þannig að... Já, það er bara búið svo mikið að gera hérna hjá okkur. En við ætlum hins vegar að gefa Tangerine flösku á austur. Með Kolbaranum og Kolbaran mun hérna... gefa þessa flösku persónulega. Já, bara eins og alltaf. Það mætir hérna að bera ofan með slaufu og hendur í sér liðin. Ásamt því að vera með stand-up og hella í glös. Já. Hann er meðlega búin að vera með ykkur hérna, hann er með eitthvað stand-up núna. Það er ekkert ástæðalaust að Austur er búin að vera eitt vinsalasti skemmtistaðar Íslands í 10 ár. Kolbarn er alltaf breytt upp á einhverju nýju. Hann var daginn að hjóla hann á barnum og svona litlu hjóli svo trúður. Það grenja allur og aldrei. Þetta er bara það sem hann gerir. Hann er alltaf með eitthvað flip. Þú veist aldrei hvað hann er að fara að gera næst á Austur. Og góða við hann er eigandinn og hann er alltaf á staðnum. Hvaða annar eigandi er alltaf á staðnum í bæ? Nefndu mér einhvern annan eiganda sem er með spilagaldra. Kolbarinn hendi einn daginn, ég var að fara að pissa, stóð hann uppi með svona ringlaða borð. Það var bara hann að hendi í spilagaldra og rókislega gaman. Allir grænandur hlátri? Já, fólk að gefa honum 5 og dúur fljúandi. En við ætlum að halda áfram með hérna konceptuð okkar hérna... Já, það ætla ég að gefa þér, ég er nú ofta að skjóta það niður hérna. Já. En ég skal gefa það, ég hef mjög gaman að því þegar þú hendir í bíómyndalínuna. Já, ok, þannig að þið finnst það ekki leiðilegt. Alls ekki. Glæsilegt, þannig að þú fílar einn af 3 dagskrárliðum mínum. Já. Takk fyrir það. Ég er þetta fíl alveg spurt og svara. Ok, en hérna, ég ætla bara að lesa þetta hérna og fyrir það sem er að hlusta og veit úr hvað mynd þetta er, hann hringir inn og hann er að fara að hanga með Kolbarnum helgina. Já, hvað er betra í janúar þunglindunum heldur en að hann fá að hanga með Kolbarnum í kvöld? Jafnvel farið með honum heim eftir jammið. Við skulum ekki missa okkur hérna, en... Ok, hérna, já, það er kvikmyndalína, í hvað bíómynd er þetta? Did they bother to tell you who I am and why I'm doing this, or are they just using you like they do everybody else? All I know is that you were big in Vietnam. I saw the highlights on television. Then you probably have no idea what it means to lead some of the finest men on God's earth into combat, and then watch their memories get betrayed by their own fucking government. I don't quite see how you cherish the memory of the dead by killing another million. And this is not combat. It's an act of lunacy, General, sir. Personally, I think you're a fucking idiot. Wow. Í hvað mynd var það? Það verður líklega ekkert mikið dýrara. Nei, þetta er... einhver naskur hann úti? Veist þú í hvað bíómynd þetta var, kæri hlustandi? Það var sjá, FM 95 blöð, í hvað bíómynd var þetta? Þetta er auðvitað rock. Vel gert. Í fyrsta, maður. Já, ég valdi erfiða setningu úr The Rock. Já, ég ætlaði með þetta, gefa smá vísbendingu og segja hver er svo grjótharður að fatta þetta. Ég þarf að fara að herða setningarnar. Þessi samt erfið. Þessi var í erfiðari kantinu, hút meistari, hvað heitir þú? Sindri Sigurjónsson. Sindri Sigurjónsson. Þú ert að fara í Seifa þetta. Weekend of Love með Ásgeiri Kolbænsen. Já, hvort viltu, við erum með nýja reglu, hvort viltu flöskuborð í kvöld eða viltu fara með honum upp í bústað fram á sunnudag? Ég tek flöskuborði. Það er flöskuborði, ok, vel valið, þetta er bæði gaman. Sindri Sigurjónsson. Já, það er bara flott. Ég má skrifa þetta niður, þetta er klart. Tangerine flösku á austur. Með blandi og öllu pakkarum, þetta er 40-50 skona pakki, til hamingju. Það var reyndar, ég var að viðkynna að ná þessi fyrsta, ég þurfti meiri tíma og ég er algjör svona kvikmyndar. Ég er alveg með þess að þrautu, sko. Já, ég líka að lasa þetta mjög vel. Veist, ég náði svona konar í fullkomnaða. Ég hef ekkert að sleppa því, ekki að sleppa heimnum. Gerði mistök þar. En segðu mér, hvernig fannst þér stuðlaði? Stuðlaði? Ég er undar þekkti stuðlaði, sko. Já, ok. Það var ágætt, sko. Þá erum búin að finna 3 sem þekkti þetta. Egill, Sindri og Rikki G. Það þekki þetta margir auðun. En þetta er ekkert í spilun, sko. Nei, það er náttúrulega málið. Ég vil óska þess að væri útastöð sem væri að spila svona tónlist. Já, þú verður bara að stofna hana. Mjög góða punktur. Það eru góða skemmtinn á austur, Sindri, og takk fyrir að ringja og hlusta.
það er bara hann. Ok, bye. Þá þetta búið og Smá K.O. á þig, hann þekkti stuðlagið. Já, þú vorst að drulla yfir á það. Tvílið K.O. Ég ligg hérna að róta það bara. Ég vil þakka gestum þáttarins fyrir komuna í dag, Tjöfli Loverboy og íþróttumar ásins, Aron. Mundu Aron, þú ert með boltund og teig, veist ekki hvað það gera, getur ekki gefa hann, setta bara í vinkilin. Já, mundu líka með nota HM, það er myrkur og rigning á Íslandi og ef þú ert ekki að standa þig, þá fór það að heyra þig á 2 hörðum á föstudögum. Ég myndi ekki nenn að vera upp á hótelherbyggja að hlusta á tölvuna og við erum að drulla yfir. Nei, ég lofa að gera en við hrósum líka. Já, en gangi ykkur vel og þið takið þetta. Takk kærlega fyrir hlustunum í dag, FM 95 Blöð kveður, Rikki G mættur hérna í stúdíóið og verður með ykkur til 9 í kvöld. Rikki G! Við heyrumst bara aftur á mánudaginn, hafið það sem allra best helgina og ég held þetta verður nú róli helgi, sveið mig þá. Kolbarinn og Sindri verða austur og við hinn heima. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, for my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. Ég átti það til að gefa frá mér verkefni sem ég vissi að ég gat auðveldlega leyst. Ég sagði ekki skoðun mína, sérstaklega ekki á fundum þótt ég hefði margt gagnlegt fram að færa. En í dag er þetta breytt. Núna tek ég að mér krefjandi verkefni vegna þess að ég veit að ég get leyst þau. Núna býðst þér frýr kynningartími í kvöld klukkan 8 hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555 7080 eða fáðu upplýsingar á dale.is. Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie. Laugardag á Stöð 2. Það verður svaka sprengja þegar Logi Bergmann fær til sín gesti í sérstakri hátíðarútgáfu af spurningabombunni. Áramótabomba, laugardagskvöld klukkan 20:15. Stöð 2, skemmtilegri. Það eru bakarameistarinn og Flóridana sem færa þér spurningabombuna á Stöð 2. Útsalan er hafin hjá E-Label og Evelyn. 30-70% afsláttur af einstakri íslenskri hönnun. E-Label og Evelyn. Laugavegi 32. I see nobody by your side, but I'm with you when you're all alone. And you correct me when I'm looking. I can see my past. Damn, I look just like my fucking dad. Light it up, that smoke and mirrors. I even look good.